Já, góður hlustendur, velkomin að Rauða borðinu á mánudagsmorgni. Við getum eiginlega sagt mitt sumar. Það fallegt sumarkvöld í Reykjavík, búið að vera bjartur og kannski ekki heitur dagur. Það verður nú aldrei heitir dagur hérna í Reykjavík, svona allavega ekki svalt. En við höldum áfram að ræða hér okkar áhugaverðu tíma sem við lifum, reynum að safna hingað góðu fólki sem með glögga sýn á samfélagið og getur hjálpað okkur að skilja þessa tíma. Og núna í kvöld eru komnar hingað 3 konur, allt baráttukonur og konur sem hafa skoðað samfélag okkar langan tíma, kannski frá sjónarhóli þeirra sem að standa lakar. Það Harpa Njáls, félagsfræðingur sem lengi hefur rannsakað fátækt. Herdís D. Baldursdóttir, hún doktor í stofnanalegu atferli. Það kannski oft sem að þetta nefnt hérna í þættinum. En hún skrifaði doktorsritgerð á síðasta ári, síðustu öld, lok síðustu aldar, áhrif lífeyrissjóðanna á verkalýðshreyfinguna og hvernig það hafði svona áhrif á ákvarðanatöku þar og stefnu og ég held að sé óvægt að segja það að hreyfingin hafi ekki tekið þeirri ritgerð vel. Við kannski ræðum aðeins við Herdís það á eftir. Og svo Helga Baldursdóttir Bjargar, mannréttindalögfræðingur hjá okkur líka. Og við ætlum að ræða kannski pínulítið svona að einhver leyti að tilefni af brunanum á horni Vesturgötu og Bræðraborgarstígs sem hefur verið komið við sögu í öllum þáttum hérna í Rauða borðið í bráðum 10 daga. Það hvernig svona sá viðburður afhjúpaði veika stöðu láglaunafólks, innflytjenda í láglaunastörfum og fólk sem á jaðri vinnumarkaðar og húsnæðismarkaðar og kannski ekki síst svona langvarandi sinnuleysi stjórnvalda gagnvart því. Og við höfum verið að velta því fyrir okkur hérna, hvort að þetta sinnuleysi sé markað af útlendingaandúð eða hvort að þetta spili inn það sem hefur verið kallað aporofóbía eða útlendingaandúð sem andúð á bjargarlausu fólki sem þarf á aðstoð okkar að halda. Harpa, þú hefur rannsakað lengi fátækt og kannski og þínar rannsóknir, þótt að það hefur vakið mikla athygli, þá verður eiginlega að segjast að þær hafi ekki leitt til mikilla aðgerða af hálfu stjórnvalda og sama má segja aðrar skýrslur fátækt að yfirleitt þegar kemur ný ríkisstjórn og kallar það eftir nýrri skýrslu fátækt, en það raunverulega breytir engu og þannig að þetta sinnuleysi gagnvart stöðu þeirra sem að standa veikast í samfélaginu ekki eitthvað sem við ættum að vera að átta okkur á akkurat núna í tilefni af brunanum, heldur þetta eitthvað sem hefur verið langvarandi. Það ekki þín tilfinning að það eiginlega sama hversu oft og rækilega bent á fátæktina og þarfirinn af fátæku að það bara gerist ekkert? Ég alveg sammála því og það löngu þekkt í þessu samfélagi og búið að setja það fram á mjög skýran og skipulegan hátt að það fátækt á Íslandi og hefur verið og ég get farið alveg aftur til við getum farið til 1990, við getum farið til á 9. áratugnum og rannsóknir sem að ég lagði mikla vinnu í og var gefin út á bók 2003 að ég taldi að það var mín ástríða í þessari vinnu að ég taldi að ég væri að leggja fram gagnlegar upplýsingar og ég hugsaði fyrst og fremst að þetta væri gagnlegar staðreyndir, gagnlegar upplýsingar fyrir stjórnvöld fyrst og fremst til þess að gera eitthvað í málum og breyta. Og ég get alveg ég ætla að nefna það hérna því við erum að tala líka verkafólk og verkalýðshreyfingu sem sagt fátækt
að ég tók það, ég ætla að byrja á því að segja 1971 að þá eru sett lög frá Alþingi, semst almannatryggingar, og það kannski með þau lög eins og fleiri að þá telja menn að þeir séu að setja eitthvað gott inn. Það var að lífeyrisgreiðslur Tryggingastofnunar ríkisins myndu fylgja lágmarkslaunum. Það var viljinn, en það í rauninni snerist upp í andhverfu sína. Og ég tek þetta út 1994 og þá nánast upp á sama 100 að verið að borga fólki í iðju, sóknu, framsóknu, Dagsbrún og Verslunarmannafélaginu. Það nánast verið að borga sama lægsta texta eins og örorku lífeyri og ellilífeyri. Í rauninni atvinnuleysisbæturnar, þær tóku til 7 ár hjá 7 ára taxti hjá Dagsbrún. En þetta, sem sagt, þessi langi tími, 25 ár, að þarna búið, ég segi að þetta sé rauninni grunnurinn að láglaunastefnunni sem að var ríkjandi og það sem sagt hefur sagt með fólk sem satt við samningaborðið að það hafi ekki getað haggað bæði ríki og atvinnurekendum til þess að hækka launin meira vegna þess að þá myndi allt fylgja á eftir lífeyrisþegar og annað. Þannig að ég vil ekki ganga fram hjá þessum grunni. Síðan tek ég þetta út 2000 og þá kemur í ljós að lífeyrisþegar, það vantar sko alveg upp í 27-30% upp á að þeir hafi fyrir lágmarks framfærslu til að lifa af. Og þarna ég búin að setja fram framfærslu viðmið til þess að það var mín sem sagt aðferðafræði að það var að setja niður framfærslu viðmið og raunin semst að mæla og greina hvort að lágmarkstekjur og lágmarkslífeyrir dygðu til framfærslu. Og þar ég með viðmið sem sagt frá Norðurlöndunum öllum, hvað þeir sögðu að félagsþjónusta á Norðurlöndum taldi öllum lífsnauðsynlegt til þess að lifa af. Þar tekið sömu þættina og þetta útfært til lágmarks upphæðar og niðurstaðan sú að lífeyrisþega vantar 27-30 og rúmlega 30%, en það sem kom mér meira á óvart eftir þessar breytingar þegar að launataxtar voru afnumdir eða þessi tengsl milli lífeyris og lægstu launa var afnumin 1995 að 2000 að það vantar verkafólk, verkakonur og ég ætla gjarnan ég að miða við verkakonur því að mér fannst það mjög brýnt að beina sjónum að þeim að það vantar 32% upp á það að þær hafi fyrir þessari lágmarksframfærslu. Og það má segja það bara í einni setningu að það hafi verið stjórnvöld þau sem sagt börðust að það lá við að skjóta sendiboðann í stað þess að taka þessar upplýsingar allar til þess að vinna með þær þá að einhverjum farsælum lausnum. Og sko það staðan enn þann dag í dag og hefur verið allar götur síðan að það það að stjórnvöld horfast ekki í augu við það hversu dýrt það að lifa í þessu samfélagi. Það kannski einn þátturinn. Og ég ætla bara að benda á það að Evrópska Hagstofan gaf út núna rannsókn hækkanir á matvöru, húsnæði og öðru sem sagt frá 2000 til 2017. Og Ísland trjónar þar á toppinum af öllum Norðurlöndum. Þetta þáttur sem að ég lagði ríka áherslu á að ef að stjórnvöld myndu þróa og setja niður lágmarks framfærslu viðmið, skulum segja til að greina hvort að fólk hefði nóg eða ekki nóg, ef það sett niður lágmarks framfærslu viðmið
og það væri alltaf tekið tillit til þess að fólk væri með laun sem að dygðu fyrir þessu lágmarksviðmiði. En á það sem sagt var ekki hlustað og hefur ekki verið hlustað. Og ég tel að þar hefði mátt mynda mjög raunhæfan mælikvarða til þess að afnema þessa fátækt og fátæktagildrur sem eru inn í kerfinu, og það sem að fyrir mér vakti þarna í upphafi, það var að greina hvort að fátæktin væri vegna brotalamna í velferðarkerfinu eða hvort hún væri vegna vanhæfni einstaklinga, eins og gjarnan var sagt, það geta allir haft það gott á Íslandi sem en að vinna. Hvort það væri vegna þá, við skulum bara segja, drykkjuskapar, sinnuleysis, leti eða hvað eina, að þarna lá það algjörlega á borðinu að fátæktin, hún var vegna þess að velferðarkerfið, það gaf ekki nóg, það lagði ekki fram nægilega mikið til þess að fólk geti lifa mannsæmandi lífi. Ekki einu sinni mannsæmandi lífi sem að var verið að miða við, heldur að fólk kæmist af án þess að þurfa að vera brotna undan áhyggjum og öðru slíku. Og ég ætla að taka það fram að þessi aðferðafræði sem ég beitti þarna líka, að þetta sem sagt algild fátæktamörk. Það hvað þarf fólk að hafa til þess að lifa af og gjarnan þá miða við tekjur, að fólk hafi nægilegt til þess að lifa af þeim tekjum sem það hefur. Og þetta skömm samfélagsins. Ég ætla bara að stoppa hérna. Já. Ég vona að þetta gefi einhverja sýn á þá aðferðafræði og það sem hvar ég byrjaði. Þú dregur þarna fram að fátæktin er kerfislega, þetta er ekki sjálfskapavíti eða sem fólk býr til sjálft, heldur fátæktin er það sem fátækafólki verður fyrir. Þetta er skömm samfélagsins. Það er stór hópur sem að býr við fátækt, þú dregur það fram, og þú dregur fram að hluti af vandanum megi rekja til þess að láglaunafólki hafi kerfisbundið verið haldið niðri í samningum til þess að það myndi ekki leiða til hækkunar á örorkubótum og eftirlaunum. Í dag eru kannski rúmlega 15-18.000 manns á örorkulífeyri og það eru kannski 50.000 manns á eftirlaunum. Þannig að þegar að láglaunafólkið er að semja sem er kannski bara 10-20.000 eitthvað svoleiðis, að þá því haldið niðri til þess að það leiði ekki til hækkunar á lífeyri. Þú dregur þetta allt saman fram. Og hver voru viðbrögð stjórnvalda? Var farið í það lag eitthvað þessu? Það urðu einhverja breytingar því að það má segja að það kom líka til sem sagt á 10. áratugnum að það voru mjög harðar skerðingar. Ég ætla að taka það fram að ég tel að það hafi verið ótrúlega hart gengið að öryrkjum. Alveg ótrúlega bara gegnum tíðina sem ég lít alveg til 10. áratugarins. Það eru skerðingar svo harðar og misbeitingin svo mikil á þeim og svo tekur bara við eitthvað annað næst þegar búið að laga það. Og það sem var tekið á, það var náttúrulega, ég ætla að nefna til dæmis eins og með barnafólk, að barnabæturnar, barnabætur og vaxtabætur, fleiri þættir húsnæði, eiga og eru tæki ríkisvaldsins til þess að leiðrétta sem sagt og jafna stöðu fólks. Barnabæturnar þær voru þannig 2000 og að hjón- og sambúðarfólk það var aðeins 3,3% sem að fengu óskerta barnabætur og rúm 11% einstæðra foreldra. Og ég fékk Þjóðhagsstofnun til þess að gera útreikninga á því ef það yrði hækkuð frítekjumörkin upp í lágmarksframfærslu viðmiðið, hversu stór hópur þá myndi sem sagt fá óskerta barnabætur og það hækkaði úr rúmum 11% upp í 56 rúmlega prósent hjá einstæðum foreldrum. Hjón- og sambúðarfólk fóru 3,3% og upp í rúmlega 20%.
og ég lét gera útreikning á því líka hvað það myndi kosta, Þjóðhagsstofnun gerði það, fyrir velferðarkerfið að hækka bæði barnabæturnar og eins örorkulífeyri og ellilífeyri, og það hefði hækkað velferðarútgjöldin rúm 3%, samt sem áður hefðum við ekki farið nema í rúmlega 22% og verið lægst áfram, langlægst af öllum Norðurlöndum. Ég ætla bara, það var í rauninni stigin hænuskref hér og þar, en það var ekki gert neitt raunhæft, og það sem að skorti, sem ég kom að áðan, og það var það að stjórnvöld létu gera framfærsluviðmið sem hægt væri að byggja á. Og nú getum við komið að neysluviðmiðunum líka, þú segir til. Má ég aðeins skjóta inn, en ég fannst svo áhugavert þetta með viðhorfið að það eigi allir að geta haft það gott á Íslandi, ef þið bara leggja sér fram. En ég vil meina að við séum miklu líkari Bandaríkjamönnum heldur en nokkur tíma Norðurlandaþjóðum með okkar meinta velferðarkerfi. Við erum miklu bandarískar í hugsun og þarna skipta ofboðslega miklu máli lífslegar staðalmyndir hverjir eru á bótum. Og við erum með þessa staðalmynd öryrkjann sem er að svíkja og þessa staðalmynd örorku sem að gengur í erfðir. Og bara svona einfalt dæmi eins og myndin nýlega Gullregn, þar sem er nákvæmlega dregin upp þessi staðalímynd af öryrkjanum sem er að svíkja og ljúga til skerðingar og þiggja bætur, að þetta er svo eyðileggjandi afl fyrir alla sem þiggja bætur. Að því við erum svo ómeðvituð hvað við drögum mikið af fordómum úr samfélaginu og hvað við reiðum okkur mikið á staðalímyndir. Og þegar þetta er fyrsta staðalímynd sem við grípum í, þá finnst okkur allt í lagi að refsa öryrkjum, leyfa þeim að hafa það svolítið skýrt. Og við erum ekki að mótiveru til þess að grípa inn í einhvern veginn og breyta kerfinu og laga það. Má ég aðeins, Gunnar Smári, bregðast við þessu vegna þess að niðurstaða mín, vegna þess að ég tók mismunandi, við getum sagt, velferðarform og rannsakaði líka og skoðaði, og niðurstaða mín sem sagt eftir að fara í gegnum alla þessa vinnu var svo að Ísland ætti ekkert skylt við eða lítið skylt við sem sagt þetta norræna velferðarmódel, þetta væri frjálslyndis stefna fyrst og fremst, og ég ætla að taka það fram að það kom fram líka hjá mér að þetta var ekki bara, við getum sagt, þeir sem verið lengst til hægri, vegna þess að þetta virtist vera gangandi, það bara spurning hverjir voru í stjórn hverju sinni, og þá ætla ég bara að nefna svoleiðis til að fyrirbyggja að það hafi verið einhver áróður á hægri menn, að 1900 aldamótin, 1990 til 95, að þá Alþýðuflokkurinn, sósíaldemókratar hér á landi með sjálfstæðismönnum sem satt í stjórn, og þeir endurskoða almannatryggingalöggjöfina og koma inn sem sagt með hörðum skerðingum og öðru. Ég ætla ekki að fara nánar út í það, en þetta nákvæmlega það sem var niðurstaðan hjá mér, og það það að þetta sem sagt frjálslyndis stefna sem var hér ríkjandi. Og það annað sem að það stór hættulegt náttúrulega að vera með þessa staðalímyndir eins og þú ert að segja og bara ráðast í rauninni gegn einum hópi vegna þess að við getum öll orðið fyrir því og fjölskylda okkar líka að missa heilsu, það engin gulltryggður, og að missa heilsu það þýðir það að þú komin sem sagt í fátækt í rauninni vegna þess að velferðarkerfið svo illa í stakk búið til að styðja við þig, og margir festast í fátækt vegna þess að þeir fá ekki rétta aðstoð á réttum tíma. Og það að ala börn upp sem sagt í fátækt og endalausu vonleysi, að það náttúrulega niðurbrjótandi bæði fyrir hina fullorðnu og ég tala nú ekki fyrir börnin líka.
Herdís, Harpa talar hvernig þá voru allir flokkar svona meira og minna á sömu braut. Þetta svona dæmi það þegar verið að tala nýfrjálshyggjuna, hann tilheyrir ekki Sjálfstæðisflokknum frekar heldur þetta tímabil sem að mótaði raunverulega afstöðu allra flokka og allra stofnana samfélagsins og Helga dró fram hvernig afstaðan til öryrkja hefur bara litað svona hugmyndir okkar í samfélaginu, manngildishugmyndir þennan hóp. Þú kannaðir á sínum tíma tengsl verkalýðshreyfingarinnar við atvinnurekendur sérstaklega í gegnum lífeyrissjóðina. Finnur eitthvað til svona skildleika það að með þessu, hvernig að það hafi dregið fram í þinni rannsókn, hvernig raunverulega verkalýðshreyfingin dróst inn í eiginlega hugsunargang fyrirtækja og fjármagnseigenda? Já, alveg nákvæmlega. Þetta bara ein hliðin á þessu sama máli og Harpa var að tala það ekkert öðruvísi. Og einmitt byrjar allt með þjóðarsáttarsamningunum 1990. Og eins og hún bendir réttilega á að Alþýðuflokkurinn var þá í stjórn og þeir gera þessa samninga og allt á að vera svo voðalega fínt og flott, en staðreyndir hafa nú bara sýnt okkur svolítið mikið annað. Eins og við vitum það nú búið að vera að leika sér bara með þennan lífeyris fólks voða mikið til þess að hjálpa hinum á þessum stórum fyrirtækjum og kannski minni líka. En það sem gerðist var að það náttúrulega við þetta að fólk satt eins og frá verkalýðshreyfingunni báðum við borðið, það var með mistrasti 2 ef ekki 3 hatta. Og það viðurkenndi að ég vann að rannsókn fyrir sókn og framsókn á árunum 87 til 90 og svo hafði ég sjálf unnið fyrir ákveðin lífeyrissjóð með menntaskóla og það var alltaf eitthvað sem var eitthvað svona kitlaði mig í heilan og þetta væri ekki alveg í lagi og þannig eru bara lífeyrissjóðir tiltölulega nýbyrjaðir. Og síðan förum ég gera þetta með samstarfskonu minni Hansínu B. Einarsdóttur, þessar 2 rannsóknir og þetta, og við bara skilum náttúrulega okkar niðurstöðum og annað, en þetta var ástæðan þegar ég sótti að fara í doktorsnámi. Þetta var spurningin mín rannsóknarspurning, af hverju verkalýðshreyfingin á Íslandi svona sterk? Það jú skylduaðild raunverulega, fjárhagslega og annað, en hún nær svo litlum árangri fyrir sitt fólk. Og ég held að ég hafi alveg sýnt það eins og viðbröðin sýndu, að ég held ég hafi alveg komið með réttar niðurstöður á því. Og málið bara að þetta ennþá í gangi, þó að það eru vissulega þó stig núna, það ýmislegt að gerast núna sem virðist vera að fólk sé eins og Ragnar Þóra komin í VFL og kannski Sólveig og Viðar í Eflingu, en mér fannst þetta algjörlega sjokkerandi, en það skonum að svo var ég bara drepin náttúrulega niður, ég var bara hálsökvinn með einu og það var hringt í háskólan hjá mér og þeir kvörtuðu yfir því að leyfa mér að skrifa ritgerð Ísland í breskum skóla. Það var bara að hneysa og þetta var alveg ótrúlega erfitt að ég var undir árás, það var hringt í mig, ég var hótað dauða, ég var alltaf kjafti og bara nefnið það og en svo bara ég tók þess ekki mjög vel og þetta hafði mjög miklu áhrif á mína heilsu og svo bara loknaðist ég nú svona út af, svo verður hrunið og þá allt í einu vaknar bara reykjarnir sjálf upp og ryðst inn á markaðinn með látum. Og það var það því að það var fólk, ég hafði sent Ragnari Þórana og baði að lesa því ég hafði trú á þessum unga manni og hann las hana en síðan það var hagsmunasamtök heimilanna og fleiri og núna ég endalaust að fá eitthvað sent að það fólk að nota út allan heim og vísa í. Ég mjög ánægð með en þessi ríki draf mig. Draf minn fram algjörlega. Það var fórustu verkalýðshreyfingarnir reis eiginlega upp á afturlappirnar og réðst mjög harkalega á þig.
Það er grein sem var haldið fram að þú væri doktor í misskilningi ef ég var rétt. Jú. Svona... Ég hef sjálfsagt verið það frá þeirra sem þú haldið sér. En Harpa vildi ekki gera of mikið úr því þegar ég var að spyrja hann sambarlegt með viðbrögð við hennar rannsóknum, en ég man eftir þau voru frekar harkaleg. Manst þú eftir þeim, Herdís, hvernig var talað niðurstöður Hörpu? Já, ég man vel eftir þeim og mér fannst það mjög athyglisvert, því að alltaf þegar við komum að þessum punkti sem virðist vera svolítið veikupunktur á Íslandi og veikur punktur, og svo sem í fleiri samfélögum líka, að þá ráðist á boðberann. Og en ekki þá sem standa fyrir þessu, ekki þá sem taka ákvarðanirnar. Ef þú vogar þér að benda á eitthvað sem rangt fer í samfélaginu, þá ertu bara, ég ætla ekki að taka George Floyd í þetta, en maður bara tekinn og krossfestur. Og það ofsa sorglegt, þess að heldur maður áfram, að strögglast áfram, en maður missir líka kjarkinn, svolítið. Ég gerði það allavega, ég missi kjarkinn, en ég veit það ekki, en allavega ég alveg klára því, þegar það fær svona hörðviðbrögð, það að því að bara að segja satt. Algjörlega. Má ég aðeins kannski bregðast við því sem að Herdís sagði, þú líka, að auðvitað var ég fekk mjög harkaleg viðbrögð við þessu og ég var í rauninni búin að átta mig á því í tíma að þetta væri sem sagt mjög viðkvæmt eða mjög eldfimt efni. Og einmitt þess vegna að þá gekk ég svo algjörlega úr skugga að allir útreikningar, allt sem ég var að gera og allt sem ég sagði, að það stæðist. Ég jarðtengd manneskja sem sagt í raun og ég gekk algjörlega úr skugga þetta. Og ég ætla bara að nefna til dæmis, það var ekki bara þeir til hægri sem sagt, það var ekki bara ríkisstjórn, það var ekki bara Davíð Oddsson sem að spurði hvort ég væri yfir höfuð til, Því að það var alveg á sama hátt sem sagt að ég skrifaði líka félagsþjónustuna og gagnrýndi sem sagt breytingar sem voru gerðar 1996 og það var haldinn blaðamannafundur sem sagt til þess að reyna að rakka mig niður. Ég var með í höndunum, ég var búin að fá félagsmálastjóra til þess að lesa allan kaflan yfir og allt sem í honum stóð og sérfræðingur sem sagt Lára Björnsdóttir var líka búin að lesa þetta yfir og það stóðst allt, ég fekk enga athugasemd, ekki nokkra. Þannig að það var ólíklegast af fólk sem kom þarna fram og ég ætla nú líka að nefna það vegna þess að kannski mesta framlagið í þessu verki það var að 1/3 af sem sagt þessum 400 blaðsíðum það var viðtöl við fólk sem hafði lifað í fátækt í 2 ár sem sagt eða meir og það var sett alveg skýr sem sagt skilgreining. Þetta var fólk sem ekki var í óreglu til dæmis sem hafði leitað aðstoðar hjá foreldrum eða hjálparstarfi og svo framvegis. Þannig að það var alveg skýrt en þessi viðtöl þau höfðu ekki rödd, hina fátæku höfðu ekki heyrt svo mikið fram til þessa og svo í öðru lagi það var framfærslu viðmiðið og það var þessi nálgun sem sagt með þessum algildu fátæktamörkum hvort að fólk hefði nóg eða ekki nóg og síðan sagði ég einhvers staðar að það, þeir var búið að sýna fram á það þessi stóru hópar hefðu ekki nægilega mikið til þess að lifa af og þá sem sagt ekki síst öryrkjar og láglaunafólki líka að þá sem sagt setti ég fram líka að það mætti áætla það að afstæð skilgreining á fátækt og það í rauninni þá verið að mæla út frá tekjum væri 7-10% og það fór nú ekki lítið í taugarnar á sumum
og ég ætla bara, best að ég ætla ekki að nefna neitt á þessari stundu, en þá var vitnað meira að segja í evrópsku rannsóknina fátækt og sagt sko að á Norðurlöndunum þeir voru konur með niður 4,5%, en það stendur og náttúrulega til í skýrslunni bæði hér á landi og erlendis að fátækt á Íslandi 2003, það árið sem bókin kom út, var 10%. Og þar miða við sem sagt tekið 60% af miðgildi tekna. Já. Þetta bara svona dæmi sko hver viðbrögðin voru. En ég tók þá afstöðu að fara ekki fæting, heldur sem sagt að leyfa fólki sem sagt að hlaupa á sér hornin og ég get skrifa heila bók það og á það kannski eftir. En hélt mínu striki, það kannski var styrkur minn. Það var alveg frábært. En sem ég fékkstu einhvern stuðning, stóð einhver upp frá fræðimannasamfélaginu og studdi þig? Ég held að fátækt á Íslandi hafi heldur ekki átt upp á pallborði hjá fræðimannasamfélaginu. Nei, það er eins og með mig, það stóð enginn upp. Já, ég segi það, það vissulega það voru einstaklingur og það var fólk sem að gerði það, en ég hef ekki séð það. Nú eru 20 ár síðan síðan þessi, sem sagt, þessi mikla rannsókn var gerð. Það hefur enginn lagt sig í líma við það sem sagt að rannsaka fátækt á Íslandi. Við getum bara sagt að fræðasamfélagið hefur ekki gert mikið út á það, enda vita að þetta er ekki vinsælt rannsóknarefni. Þó það sé bráðnauðsynlegt, ég ætla að taka það. Bráðnauðsynlegt, þeir bara, einhver sagði mér að ég hefði verið kölluð lengi vel upp í háskóla ASI-skelverinn. Og mér fannst það svolítið skondi, en enginn þeirra stóð opinberlega upp til eitthvað að verja mig, styðja mig, bara styðja mig. Nei. En ég veist að líka lýsa samfélagin okkar ansi vel. Já. Við erum rosalega hrædd við að koma fram með réttmæta gagnrýni og ég finna hjá kollegum mínum, maður er pínu skrítin sem lögmaður en maður tekur afstöðu og sérstaklega afstöðu með þessu fólki að því við erum svo vön því að klappa og strjúka valdinu og ekki rukka bátnum. Einmitt. Og það vill enginn heyra, við erum líka svo vön þessum þjóðurembingi, Ísland best í heimi, við erum svo gott velferðaríki, við erum svo langt komin í jafnrétti, en ef maður fer að svona banka í þetta og segja, jafnrétti kynjanna gagnvart hvítum, gagnkynhneigðum, óföllum forréttindakonum, þá erum við komið mjög langt, en það er alveg hrúga af öðrum konum sem við höfum bara svolítið skilið eftir. Þetta er ekki vinsæl skoðun, en þetta er eitthvað sem við verðum að horfast augu við og axla ábyrgð á. Má ég bæta því við þarna að það sem að ég las út úr viðbrögðunum á samfélaginu og það var í rauninni hversu mikill vanþroskinn væri miðað við bara, við skulum segja Norðurlöndin, því að nú hef ég verið töluvert mikið á Norðurlöndu, bæði í Noregi og Finnlandi og það var kannski fyrst og fremst finnst mér það sem að ég var með í höndunum og það var það hversu takmarkað, hversu stutt á veg komið samfélagið okkar að það var ekki hægt að taka þessu eins og ætla var til þess að vinna með það áfram, heldur var farið í svo gífurlega vörn í rauninni og þá næst að ráðast á sendiboðan eins og ég sagði áðan, þó að þetta sé nú kannski, ég sé búin að segja ýmislegt fleira til þess að skýra það. Já, ég held líka að á Íslandi mér finnst það svolítið oft að segja eins og ég er búin að búa erlendis núna í nærri 30 ár. Fyrst og fremst að því ég fikk ekki vinna á Íslandi. En það er alltaf svona, hvað er þú? Ég meina, þú byrði ekkert hérna. Það skipta þér af þessu, Einmitt, já. Það er bara svolítið þannig, því miður. Og það er viss vanþroski í því, að bara Ísland er best, við höfum
og við skulum bara halda okkur við það. Já. Mér langar líka til að nefna það að því að lögfræðingu kasta bolta til þín, þú ert lögfræðingur, og það það að ég hef líka mjög horft til þessa ástands eða stöðunar sem sagt hér á landi og við getum sagt á aðra hliðina og hina sem sagt að íslenska, við getum sagt stjórnvöld hafa í rauninni samþykkt og löggilt fjölda mannréttinda samninga og sáttmála og ég sem sagt hef tengt þetta saman og ég vil ekki ganga fram hjá því að það bæði mannréttinda yfirlýsingin sem sagt að það barnasáttmálinn og það margir sáttmálar þarna á milli sem Ísland hefur sem sagt sem að segja til það að Ísland að undirkasta sig því og taka sér það skyldur og herðar að það eigi að bregðast við og það eigi sem sagt að aðstoða alla þá sem vegna heilsubrest, atvinnuleysi, sem sagt elli eða sjúkdóma eða hvað það nú og sem sagt og börnin að það sem sagt stjórnvöld hafa undirkastað sig því að í rauninni sjá til þess að fólk eigi fulla aðild bæði almannatryggingum og framfærslu sem að dugir fólki og börnum til þess að lifa, þroskast og hvaðeina og hvernig hafa stjórnvöld staðið sig? Hvernig hafa þau staðið sig? Og nú ætlum ég bara að vísa líka til núverandi félags- og barnamálaráðherra sem að ég tel að sé að vilja gerður en hvernig var brugðist við núna sem sagt í þessum COVID-faraldri? Það vitað að það eru þúsundir barna sem að búa við fátækt en var byrjað þá á því að reyna að styrkja sem sagt grunninn í örorku lífeyrir og styrkja grunn öryrkja þá atvinnulausra til þess að hafa mannsæmandi sem sagt lífsviðurværi hækka í rauninni lífeyrin. Nei. Það var farið í það að fara með fulla lúku sem sagt til þess að setja hjálparstofnanir sem í rauninni sem sagt aðeins að veita ölmusu. Já. Ég ætla að kasta þetta er bara algjörlega rétt mat og ég upplifi þetta rosa sterkt. Við álítum okkur svona Ísland best í heimi, framalega í mannréttindum og svo fylgir ekki alveg gjörðirnar. Og það fylgir ekki alveg meðvitundin. Við erum ennþá ofboðslega forréttinda miðað samfélag. Það sem að öll kerfin okkar, valdakerfin okkar, stjórnkerfin, réttakerfið eru rosalega forréttinda miða út frá hvítum, miðaldra gagginum, óföllum karlmönnum og sem eiga peninga. Og mér finnst við erum rosalega ómeðvituð að þegar við byggjum upp þannig samfélag að þá mjög oft óvart og óvitandi að þá erum við útskúfa og við erum að færa fólk á jaðarinn lengra og lengra og við áttum okkur ekki á því. Það ekki þessi meðvitund til þess að horfast í augu við að við erum að skapa það. Við erum mjög ríkt land af náttúruauðlindum. Mjög ríkt. Hér á enginn að þurfa að búa við fátækt. Þetta ákvörðun og hún einhvern veginn réttlæt út frá þessari hugmyndafræði ef þú ert bara nóg duglegur þá átt ekki að þurfa að vera í fátækt. Þráttur við höfum allar rannsóknir sem sýna að það ekki þannig. Þú veist, það getur hver sem lent í svona gildru og og bara eins og með mannréttindi og mannréttindasamninga, ég veit ekki hvað, það tók okkur við skrifum undir nýjasta mannréttindasamningin réttindi fatlaðs fólks 2007. Fullskildi man ekki fyrir 2016 og það ekki enda búið að fullskilda viðbóta bókunina sem opnar kæruleið fyrir einstaklinga. Og þessi samningur, hann ekki bara merkilegur varðandi réttindi fatlaðs fólks, hann merkilegur fyrir alla jaðarsetta hópa að því að hann staðfestir ákveðna þróun á svona inntæki jafnréttishugtaksins. Og það annars sem að ég tek eftir, við erum mjög aftarlega á merinni. Við tölum jafnrétti í hugtökum eins og það sé 1970. Formlegt jafnrétti allir að fá það sama. Svona alþjóðlega og í svona alþjóðlegu jafnréttislögfræði að þá við komið miklu lengra og þessi samningur staðfestir það. Jafnrétti það
að þú veitir fólki viðeigandi aðlögun. Þú mætir fólki með það sem það þarf til þess að geti stað jafnfætis öðrum. Það þýðir við erum að bregðast við þegar fólk með alls konar skerðingar og sjúkdóma, sérþarfir, þá það hluti af jafnrétti að við mætum því. En við erum alltaf bara í norminu og mainstreamnum og allt miður út frá því og svo bara aumingja þú ef þú þarft einhvern veginn öðruvísi þjónustu eða meiri þjónustu. Og það er akkurat þetta við og líka, og svo hrópað, það er svo margir öryrkjar í þessu samfélagi, aukningin svo mikil, en kerfislægum aðferðum og viðbrögðum stjórnvalda, að þá verið að berja fólk til heilsuleysis. Það er í rauninni það sem að árangurinn má segja, eða við skulum segja afleiðingarnar af því hvernig þessu sinnuleysi, þessu getuleysi stjórnvalda og þessari þöggun sem að hefur verið í áraraði reynt sem sagt að taka niður sem sagt að þetta sé þá eðlilegt hlutverk stjórnvalda. Að það er í rauninni að kerfislegan hátt sem sagt verið að koma þannig fram við fólk. Það er endalaust í baráttu, það gengur endalaust á veggi, það er endalaust í kreppu hvernig það eigi að lifa af út mánuðin, og ekkert tekur eins nærri sér eins og það get ekki sinnt börnunum sínum og veitt þeim. Þetta leiðir beint til heilsuleysis og þetta kemur fram í rannsókninni minni sem var gefin út þarna 2003. Þetta er ekki, og þetta er líka kynjað, af því að við erum að níðast á konum endalaust. Það er í láglaunastörfunum, umönnunastörfunum, sem samkvæmt verðmætamati ætti að vera hæstlaunustu störfin. Akkurat. Við erum að jaska þeim út og svo þeir með alla auka ábyrgðina, aðra vaktina, þriðju vaktina, að sjá heimili og börnin og veika ættingja og allt þetta. Og auðvitað brenna þær út langt fyrir aldur fram af því að við við ætlum til svo mikið af þeim. Og þarna finnst mér skipta svo miklu máli að það verða að vera svona kerfisbreytingar og við erum með, svo ég fá aðeins að koma að nýju stjórnarskránni. Fórum í þetta ofboðslega fallega lýðræðislega ferli upp úr hruni. Og 2012 þá samþykkjum við í þjóðaratkvæðagreiðslu að leggja tillögu stjórnlagaráðs til grundvallar nýrri stjórnarskrá. Nýja stjórnarskráin er að mínu mati stærsta skrefið sem við getum tekið á að mannréttindum, umhverfisvernd og valddreifingu. Og þetta hróflar svo mikið við valdakerfinu og það er engin þing sem hefur treyst sér til að leggja þetta fyrir þjóðina eða vinna með þessar tillögur og það er að láta leggja þessar tillögur til grundvallar og gera breytingar á þeim ef það er hægt að rökstyðja að það sé með almannahag sem verið að breyta, ekki sérhagsmuna. En við erum alltaf að vinna með valdhafa sérhagsmuna aflana. Og ég held að núna, ég held að fólk skal vakna til vitundar það, við getum haft eitthvað það að segja, við getum þrýst á stjórnvöld að koma á þessari nýju stjórnarskrá og gert meiri valddreifingu. Við verðum að dreifa valdi, við verðum að fara að nýta auðlindirnar okkar þannig að gagnist öllum, en ekki bara einhverjum fáinum fjölskyldum. Við verðum að fara að taka skref í þessa átt, að það á enginn að búa við fátækt á Íslandi. Það er alveg 100% rétt. En þjóðin samþykkti þessa nýju stjórnarskrá, en það hefur bara verið hundsað sjálfsagt. Já, og svo erum við svolítið eins og barinn hundur og látum það endalaust yfir okkur ganga af því við erum bara svo vön, það kemur upp spillingamál eftir spillingamál, alls konar mál sem að ef að nýja stjórnarskráin hefði verið í gildi, sem að eru ákvæðum gagnsæi og upplýsingaskyldu og annað, hefðu ekki náð fram að ganga og fólki bara fallast hendur og ég skil það. En ég held líka að við höfum nákvæmlega jafn mikið eða lítið vald og við trúum. Ef við trúum því að við getum ekki gert þessar breytingar, þá er enginn að fara að rísa upp. Það hefur
sem að við gefum þeim þetta vald. Ég að segja það, við gefum þeim þetta vald og við þurfum að muna, við erum stjórnarskrárgjafinn, við eigum að setja valdhöfumörk, valdhafar eiga að vinna að okkar hagsmunum, ekki sérhagsmunaaflanna. Ég hef nefnilega lengi haft þá skoðun að það sem við erum óanað með að það í raunin okkur líka sjálfsveld sett að reyna að berjast fyrir. Þó svo að fólk verði þreytt á því sem sagt að berja steinin má segja þegar að það þokast ekkert en það sem að kannski ég skynja breytta tíma sem sagt aðeins og það er samstaðan. Já, ég það er samstaðan sem sagt í samfélaginu og ég ætla að bera það von í brjósti sem sagt að þessi samstaða hún eigi eftir að lyfta okkur upp úr þessu sjálfumglaða, staðnaða valdhafa kerfi sem sagt þar sem að sko það er svo mikið af staðreyndum sem eru hunsaðar og þaggaðar og kannski það sem að þú varst að nefna sko allt það sem kannski er það líka til dæmis eins og hvað stjórnvöld hafa hlíft sér við að taka á atvinnurekendum sem eru hreint og klárt að níðast á innflytjendum sko af fólki, verkafólki af erlendum uppruna sem að vinna hérna að ég held að sko þetta hangir í rauninni á margan hátt saman viðhorfið í rauninni og hvar við erum og hvað það er nauðsynlegt að við komust upp úr þessum hjólförum. Og ég held að þessi samstaða, við erum að vakna til vitundar að við þurfum að gera þetta saman og það að Efling og ÖBÍ séu sko sammála og samstíga í baráttunni. Ímyndu ykkur ef allir þessir ólíku jaðarhópar sem að verða fyrir mismunun og kærustulegu ofbeldi, eða myndu allir haldast í hendur og fara saman, þá erum við ósigrandi afl. Það hægt að segja nei við öryrkja, það er að segja nei við aldraða, það er að segja nei við fatlað fólk, en þú getur ekki sagt nei þegar allir saman. Nei, það er alveg hárrétt og ég held að það sé með það sem við eigum að stefna að, sem sagt að það er að efla samvinnun og samkenndina til þess að breyta þessu samfélagi þannig að það verði fyrir alla. Algjörlega. Og hepp húrræði fyrir því. Já. Hvað segirðu Herdís þegar þú hlustar á þær? Ferðu meiri svona trú á samfélaginu? Fyllstu vonum að gæti einhverslega hvað breyst? Þær eru svolítið kraftur í þeim? Já, það er það og til þess að sjá hérna í samvændi við stjórnarskrármáli og annað, mér finnst það alveg æðislegt og finnst það því með miklum áhuga. Og auðvitað bæði skrifað undir og hef myndað mér á plakatinu öllu. Ég reyna að taka þátt í öllu heima sem ég mögulega get. Og auðvitað hefur maður er alltaf Íslendingur og maður langar alltaf heim. Finnst þér vera að breytast? Finnst þér að fólk vera frekar að rísa upp, að fólk finni samstöðu á milli hópa, að það sé að verða til eitthvað sem að gæti orðið að hreyfiafli til þess að alþýðan nái völdum? Ég myndi sko vera fyrst í flokki að fyllast gleðin í því. En ég veit ekki, ég kannski ekki lengur með, þó ég er stóra fjölskyldu heim á Íslandi og fullt af vinum og hef góð tengsl og allt það, þá einhvern veginn, og ég reyni að taka þátt í og vera með og fylgjast þess að ég get, en maður er svolítið utanveltu þegar maður er í burtu alveg. Svo að þegar maður sest ekki niður og spjallar við vini og maður gerir ekki að sama á Skype eða eitthvað svona, maður gerir það ekki. Og sérstaklega núna í þessu COVID-kjaftaði þá er þetta búið að vera náttúrulega, fólk hringir til að segja, er það þá lífið í lagi með ykkur og allt þetta og maður gerir það sama. Og þá er meira að spjalla svona almennt daginn og veginn, það er ekki með þetta nokkra vini sem við tökum alltaf pólitíska umræðu við, en mér hef fundist aðdánavert að sjá hvað stjórnarskrárfélagið er að gera, mér finnst það alveg frábært, ég er rosalega ánægð með það. Og ánægð, mér finnst VR og Efling vera minna en þau eru líka að fá ýmsa gagnrýni á sig sem er ósku skiljanlegt, allir fá gagnrýni á sig sem reyna að gera eitthvað. En sko,
það víða pottur brotin til þess hér í Bretlandi. Bretland hefur breyst frá að vera alveg dásamlegt samfélagi yfir í ömurlegt samfélag. Og þá kannski kann ég að meta betur það sem ég sé á Íslandi. En ég vildi bara óska ég geti komið heim oftar, en við höfum ekki aðstöðu til þess. Ég sé svona ýmislegt sem ég mjög glöð yfir, en ég sé líka annað sem að mér finnst virkilega vanta upp á, eins og með okkar stjórnmálaflokka hvað að gerast, og með þetta sem við erum að tala með fátækt, með öryrkja, með aldraða. Að allt þetta fólk skuli þurfa meira og minna að lifa bara í jaðarhópum, og ég tala bara reynslu hérna, maður minni kona á ellilífeyrir og hann fær eitthvað smá hér, það er eitthvað 60.000, og síðan fær hann 200.000 sameiginlega samt því að það dreigir af honum 500.000 á ári, af því að hann fær rúm 100.000 úr lífeyrissjóði ríkisstarfsmanna og 100.000 úr Tryggingastofnun. Þannig að hann fær 200.000 frá Íslandi og 60.000 hér. Þannig að við lifum á 260.000. Það er mikið ódýrara að lifa hér en á Íslandi, en það breytir því ekki að ég meina við gerum eitthvað stóra rósir, og bara það til þess lestaferðir og allt þetta, það er alltaf rjúku upp hérna. Og hvernig haldið þetta verið svo þegar Brexit? Það verður farið á nefa út í Brexit í lok ársins með enga samninga. Það mun allt rjúku upp, við fáum einhvern kjúkling frá Ameríku sem fein upp úr klóraformi og svona. Sko ég með miklar áhyggjur af Bretlandi og mínu barnabörnum hér, ég með 3 barnabörn hérna og 2 syni, og ég með áhyggjur, og þeir eru með miklar áhyggjur af því líka, en þeir eiga náttúrulega sína fjölskyldur hér, þeir munu verða hér. Ég og Sveinn hefur kannski meira val að hugsa að fara eitthvað, en þá þurfum við líka að hafa efni á því. Og ég reyni að taka mér ykkur svona verkefni en þegar ég get, eða þegar ég fæ þau, en ég hef alltaf til elskað að vera í Bretlandi, en ég hef ekki gert það síðastliðin 4 ár. Og þessi forseti forsætisráðherra, hann er náttúrulega, sko, hann slagar í Trump. Helga, Herdís og Harpa eru hetjur, þetta eru sendiboðar sem að bentu á upplýsingar fátækt og svona kerfisbundna svona spillingu sem að eyðileggur baráttutæki verkalýðsins í tengsl við auðveldið. Á sínum tíma upplýsingar sem að enginn efast í dag að þær voru réttu megin við sannleikann, en aflið sem reis upp á móti þeim og reyndi að slá þær kaldar, að það vildi þakka þetta niður. Við höfum verið að tala svona velta fyrir okkur breytingum í samfélaginu. Er þetta ennþá svona? Er það ennþá svona að þegar það valdi rís upp og sýnir klærnar að þá fólki sem ætti kannski að standa upp og verja þá sem er verið að ráðast á, að fólk veigra sig við því að ótta við að kannski fæ ég hverki í vinnu og kannski verðum við bara að bóla út sem er bara raunveruleiki. Þetta er aðferð sem er beitt. Erum við einhver leyti betur sett að þessu leyti? Erum við sterkara sem samfélag? Er möguleiki á því að þeir sem eru að heyja baráttuna svona neðanfrá að þeir fái stuðning? Sko, ég tel mig greina svona ákveðna breytingu til batnaðar, af því að það er alltaf fleira og fleira fólk að stíga fram og þora. Og mér finnst til dæmis bara eins og Píratar eru á Alþingi og þeir eru svona einhvern veginn whistleblower flokkur og eru gjörsamlega að breyta menningunni þar með sínu framferði og fræðimaður sem að ég fylgist mikið með sem heitir Brené Brown og rannsakar hugrekki og skömm og hugrekka leiðtoga. Hún talar um þetta hugrekki er smitandi. Og í hvert skipti sem að einhver manneskja stígur upp og stígur fram og segir sinn sannleika, að þá gefur hún öllum sem verða vitni af þessu svolítið leyfi til þess að gera það sama. Og ég held að við séum að stíga inn í öll núna svona, tímabil þar sem að miklu fleiri að vakna til vitundar. Unga fólki okkar
þar átta sig á því að ef það verður ekki gripið í taumana þá á þessi ekki framtíð. Þannig að það að þora að stíga upp og tala gegn valdinu sem að ég sé ekki fyrir mér að hefði verið gert þegar ég var ung, til dæmis. Þannig að ég er mjög bjartsýn manneskja að eðlisfari en ég tel mig greina þessa breytingar. Það er auðveldar að stíga fram og fólk finnur það í krafti fjöldans þegar að svona margir stíga fram og tala gegn misskiptingu og óréttlæti að þá verður það auðveldara og það verður erfiðara að horfa framhjá því eða ætla að fara í svona persónuárás gagnvart einhverjum einum. Þegar ég var yngri þá fyrir ég að hugsa aftur hvernig ég var þegar ég var yngri. Mér finnst að fólk hafi rifið meiri kjaft þegar ég var yngri. Bæði gagnvart stjórnvöldum og verkstjórunum. Ég er að segja þetta því að til þess í Sovjetríkjunum, Austur-Evrópu, þá segja menn hérna áður að þá mátti ég rífast verkstjóran en ekki stjórnvöld, en núna má ég rífast í stjórnvöld en ekki verkstjóran. Nýfrjálsum í Íslandi hefur svolítið leitt til okkur þess að við megum eiginlega rífast í hvorugt. Við höfum ekki raska valdinu og verðum að bara bugta okkur fyrir verkstjóran. Þegar ég var yngri bara komast í vitsu ára eins og sagt á 8. áratugnum, þá fannst mér vera þokkalegt svigrum að bara rífa kjaft. Miklu meiri en núna, Mér fannst eitt mjög jákvætt og það var að fræðimannasamfélag skyldi standa upp og sína samstöðu með Þorvaldi Gylfasyni. Já, einmitt. Það fannst mér alveg æðislegt. Þetta hefði ég viljað sjá fyrir Hörpu, fyrir mig, fyrir fleiri. Og kannski er það fyrsta skrefið ég að þið byrja þó að gera það. Kannski Þorvaldur meira inni í Hann er það nátt. Starfsmaður alþjóða gjaldeyrisjóðsins víða heim, hann er kannski bara nær elitunni, þið eru meiri svona jaðarkonur að berjast fyrir hagsmunum jaðarfólks. Jú. Ég myndi halda það. Já, það getur meira vel verið, það stefnir náttúrulega ekki upp fyrir einhverju kettlingu sem er að bladra eitthvað. Já, við erum konur. Þú voru aðtöða það sem sagt að skiptir máli, Já, miklu máli. Skiptir miklu máli. Já, þetta en vonandi erum við að fara inn í betri tíma en ekki verri. Við verðum að trúa því sjálfar að við séum að fara inn í betri tíma. Við verðum að trúa því sjálfar til að fá aðra til að trúa því með okkur. Er það ekki í rauninni? Það er mottóið. Það skiptir máli. Já, ég finnst ég verið að greina alls konar svona jákvæðar breytingar og ég man bara það var stofnað Femínistafélag Lagadeildar Háskóla Íslands. Það var bara síðasta vígi í folli. Ég upplifði svo vakalega mikla bjartsýni bara við það. Þetta er ofboðslega íhaldsöm stofnun, ofboðslega íhaldsöm námsgrein, ofboðslega ógagnrýnin á sínar fræðilegu forsendur og undirstöður að heyra þessi komið Femínistafélag, það bara fyllir mig svona einhverjum eldmóð og bjartsýni. Það er frábært. Kannski kemur félag fátækra lögfræðinga og fer að berjast fyrir stöðu hinna verðsetti í samfélaginu. Það geti gert. Herðu, ég hef búið mjög ávert að ræða við ykkur og sérstakur heiður að fá ykkur hérna, miklar baráttukonur, Harpa Njáls og Herdís D. Baldursdóttir og Helga Baldursdóttir Bjargar. Ég þurfti nú lítið að gera eins og þið tókuð eftir að þið bara tókuðu samtalið og fóru með það sem að þið vildið og þannig á það að vera. Það er mjög skemmtilegt. Mjög skemmtilegt ferðalag sem að ég fekk að fara í og hlustendur með. Ég þakka hlustendur fyrir að ljá okkur eyra og ég bendi á að á morgun á sama tíma klukkan 8 að þá verður annar þáttur við rauðaborðið, þá kemur hingað annað fólk og við munum halda áfram að reyna átt okkur á þessum áhugaverðu tímum sem við lifum og hvernig samfélagið okkar er samansett. En takk fyrir í kvöld. Takk fyrir. Gaman að kynnast ykkur öllum. Sömuleiðis.